Högni Hinrichs horfði á þátt í sjónvarpinu sem fjallaði frægan kvikmyndaleikstjóra. Honum fannst þetta mjög spennandi og ímyndaði sér að hann væri sjálfur frægur kvikmyndaleikstjóri sem stjórnaði stórkostlegum ævintýramyndum eins og sjóræningjarnir á heimshöfum. Og árás vélmenna frá Mars á jörðina. Vasapeningarnir hans myndu hækka minnsta kosti helming og vinir hans yrðu grænir af öfund. En kannski var þetta í of mikið ráðist af litlum ketti. Sennilega var betra fyrir hann að byrja á einhverju einfaldara og nota vini sína sem leikara. Hann flýtti sér að hrippa niður söguþráð, svo fór hann á fund vina sinna og þegar hann hafði safnaði saman sagði hann: Ég ætla að taka kvikmynd með gömlu kvikmyndavélina Safa. Þið eigið að leika í henni og svo verðið þið öll rík og fræg. Þau urðu frá sér numin af tilhlökkun þegar hann sagði söguþráðinn, en hann var svona: Halli hundur er þorparinn sem verður ástfanginn af önnu önd. Hann er ríkur og hún er fögur. En hún er ástfangin af Kalla kanínu sem er fátækur og heiðvirður og nýbúin að ráða sig á sjóinn. Daginn sem Anna önd býður á bryggjunni til að kveðja Kalla sér Halli hundur hana og eltir hana. Hún dettur í sjóinn og er að drukknun komin. En Kalli sem hefur mistað skipinu kemur hjólandi og bjargar henni. Síðan giftast þau og lifa hamingjusum saman til æviloka. Allir voru stórhrifnir af sögunni nema Kalli kanína sem sagðist ekki kunna að synda. Leikara verða ofta látast, sagði Högni Hinrichs og sendi alla á brott til að búa sig undir hlutverkin. Og brátt biðu allir tilbúnir. Þá byrjum við, kallaði Högni Hinrichs og fór að bjástra við myndavélina. Og þessi fyrsti dagur kvikmyndatökunar var bara uppörvandi, þótt myndin væri að vísu óskýr og snéru auk þess öfugt. En daginn eftir lenti leikstjórinn mikli í vandræði með leikarana sína. Anna kom hlaupandi með Halla á hælunum, en þegar Anna ætlaði að steypa sér í sjóinn, hrasaði Halli og féll líka í tjörnina. Högni Hinrichs hafði ekki átt von á þessu og kallaði: Klippið! Og ætlaði að fara að hjálpa þeim. En þá kom Kalli kanína brunandi á reiðhjólinu og rakst á Högna Hinrichs. Og þau duttu báðir í tjörnina. Áhorfendur héldu að þetta atriði ætti að vera svona í myndinu og skelli hlógu. Og ekki drógu hlátrinum fleira vinum Högna Hinrichs komið til hjálpar og duttu líka í tjörnina. En þegar þeim var ljóst hvað var að gerast, björguðu þeir öllum upp úr. Meira segi önnu önd sem ætlaði alls ekki. Þvílíkt leikafrek. Einhverjum hafði hugkvæmst að mynda atburðinn og daginn eftir birtist myndin í blaðinu. Sjáið þið, sagði Kalli kanína. Við erum þrátt fyrir allt fræg, við erum þrátt fyrir allt fræg. En hvað mjög snertir enga fréttir góða fréttir, sagði Högni Hinrichs. Svo pakkaði hann kvikmyndadótinu saman og kom því aftur